Góða kvöldið og verið velkomin. Þetta í 7. sinn sem við höldum veganúar. Hann vill fyrst og fremst að komið sér fram við dýrin eins og skynigæddar verur og ekki sem hlutgerða auðlind fyrir mannfólki. Sumarið 2003, sama sumar og Greenpeace komu til Íslands til að mótmæla hvalveiðum og Greenpeace liðar komu út til þess að bara grilla með þeim og hafa það kósí og spjalla og þau grilluðu kálfakjöt. Og þetta var kveikjan hjá mér, algjörlega. Það sem maður kallar núna hugrænt misræmi, cognitive dissonance, þegar það eru bara tvær hugmyndir í gangi í hausnum á öðru og þær ná ekki saman. Krabbameinstíðni þeirra sem að skilgreina mataræði sitt vegan, 19% lægri, 11% lægra hjá þeim sem skilgreina mataræði sitt grænmetisfæði og 12% lægra fyrir þá sem skilgreina mataræði sitt pescetarian, þá fóru það þess að fisk. Síðan verða náttúrulega að vera einhverja stýringar ef okkur alvari í því að ætla að draga saman losun gróðurhúsalofttegunda 55% fyrir 2030, það sko bara morgun. Það verða náttúrulega allir að taka þátt, það verður sjávarútvegurinn að taka þátt og það verður landbúnaðurinn að taka þátt og í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum þá ekki neina kröfur á landbúnaði. Velkomin á málþing Samtaka Grænkera á Landverndar, verksmið búskapur. Betur fara með dýr á Íslandi. Einungis 4% spendýra eru villt dýr. 60% eru húsdýr haldin til manneldis og við mannfólkið teljum 36%. Þrátt fyrir töluverða aukningu á neyslu á grængrænmat seinustu áratugi, þá enn verið að stækka og auka við verksmiðjuframleiðslu á dýrum í heiminum, sér í lagi kjúklingum. Fólk að skipta úr rauðu kjöti frá lömbum og nautum yfir í meiri kjúklingum. Á Íslandi eru 5 milljón kjúklingar slátrað árlega, 80.000 svínum, 23.000 nautgripum eða kúm og 8.000 hrossum. Stærsti hluti þeirra eða 5.000 eru folöld blóðmera. Þetta eru svo miklar öfgar, þetta er svo miklar öfgar. Eitthvað svona komment sko. Finnst þér að vera öfgar að ég vil ekki meiða aðra lifandi verur og ég vil ekki, nota peningana mína til að styrkja kaup á afurðum úr öðrum lifandi verum. Það ekki hægt að vera dýravinur og borða dýr. Þetta bara eins og ég væri með kötti minn og ég alltaf að knúsa hann og rosa góð við hann. Svo einn daginn ákveð ég ætla bara að skjóta hann. Því ég vantar að fá mér að borða, Ef þú til dæmis hugsar machoismann sem fylgir kjötmenningunni, það eitt það ófemínískasta sem ég veit Feminisminn og veganisminn gangast miklu meira við tilfinningum sínum. Við erum bara einstaklingar og við megum vera til í því speysi sem við kjósum okkur. Við viljum ekki meiða eða níðast á öðrum. Verum saman í þessu. Takk fyrir að vera með.